að breyta ull í fat eða hvernig verður fatnaður til? Núna byrjum við að vinna úr ullinni og fyrst á gamlan máta. Hér sjáum við lokk af þeli og togi. Þelið er mjög mjúkt og fíngert og togið er svona lengra og sléttara og þetta lítur út eins og dropi. Togið er líkt mannshári að mörgu leyti. Það er úr sverari hárum heldur en þelið og það er mjög sterkt. Yfirleitt var byrjað á því að gera það sem er kallað að taka ofan af. Þá var í rauninni þelhárin og toghárin aðskilin með því að toga togið úr þelinu og þarna sést hvernig það var gert. Munurinn á þeli sem er vinstra megin og togi sem er hægra megin sést mjög vel þarna. Þeli mjög hrokkið og mjúkt og fíngert en togið er sverara, sléttara, meira glansandi og langt. Togið hrindir mjög vel frá sér vatni. Þetta er hreint þel. Það sést mjög vel hversu mjúkt hárið er og fíngert. Þetta er svona næstum því eins og dúnn. Togið er þarna greinilega allt öðruvísi og í rauninni alveg magnað að það skuli vaxa svona ólík háragerð á sömu kindinni. Nú á að fara að undirbúa að spinna þráð úr ullinni og þá að byrja þá að kemba hana. Og kembingin er til þess að hárin snúi öll í sömu átt en ekki þvers og kruss. Ullin er sett í annan kambinn og hann látinn snúa svona upp og svo er hinn kamburinn settur á móti og dregur hárin svona smátt og smátt yfir og þar með liggja þau öll í sömu átt. Svo eru síðustu hárin hreinsuð úr kambinum og þá eru þau öll komin í einn kamb. Svo er kemban losuð af kambinum og þá er hægt að kemba aftur. Að lokum er kembunni rúllað upp. Þetta er gamla aðferðin. Það er hægt að spinna beint úr þessari kembu. Svo voru hannaðar svona kembivélar. Þessi er nú bara mjög einföld og handsnúin. Það gengur miklu hraðar að kemba með kembivél heldur en með kömbum. Það þarf bara að passa að setja ekki of mikið af ull í einu í kembivélina til þess að fara ekki allt í flækju. Svo þarf líka að passa að ullin fari ekki öll á sama stað í kembivélina. Það þarf að dreifa úr henni þannig að hún dreifist keflið, lendi ekki öll í miðjunni eða öll öðrum megin. Nú er kemban tilbúin til þess að losa hana af hjólinu.
Það sést vel hvað kemur miklu meira magn í kembivélina, gegnum kembivélina heldur en af kömbunum. Nú er komið að því að spinna þráð úr ullinni sem var kemd áður. Einfaldasta aðferðin og svo elsta er að spinna með snældu. En seinna var þróaður rokkur og hann er mun afkastameiri og mun fljótlegra að búa til band með rokk heldur en snældu. Rokkurinn er fótstiginn. Stykkið sem er verið að undirbúa á rokknum þarna heitir líka snælda. Bláa bandið þarna á snældunni er ekki ull, þetta er bara gerviefni eða gerviþráður og hann er bara notaður til þess að byrja, þessi auðveldara að byrja að spinna ullina og það er gott að þetta sé svona frekar stífur þráður, það er auðveldara. Reiminn þarna tengir saman snælduna og fótstigið í rauninni og það er hægt að hafa mismunandi hraða á snældunni eftir því hvar reiminn er sett. Þetta er svolítið svipað eins og bara skiptum gíra á reiðhjóli. Þarna er verið að undirbúa kembuna fyrir spuna og það þarf að teygja svolítið svona út úr kembunni og það þarf að teygja svolítið jafnt til þess að þráðurinn verði jafn þegar það er farið að spinna. Það eina sem þarf að hafa í huga þegar það er verið að spinna á rokk, það er að teygja kembuna alltaf jafnt, þannig að bandi verði jafnt þegar það er búið að spinna það. Og svo þarf við að stíga rokkinn alltaf jafnt og þétt með fætinum. Þarna er verið að tvinna saman þráð sem áður hefur verið spunnin og eins og þið kannski takið eftir að þegar það var verið að spinna beint úr kembunni að þá snerist rokkurinn réttsælis. En þegar að þráðurinn er tvinnaður saman þá er látið snúast í hina áttina, öfugátt, rangsælis. Hún Mía sem að liggur þarna með höfuðið ofan á Njáli syni sínum, hún gaf ullina í þennan þráð sem var sást spunnin áðan. Og liturinn á þeim heitir golsótt. Þetta er tvenns konar þráður, eða sem sagt úr tvenns konar hári. Hægra megin er þráður úr þeli og vinstra megin er þráður úr togi. Það sést mjög vel þarna hversu mikill munur er á þræði úr togi annars vegar og þeli hins vegar. Og það er ekki bara munur á áferð, heldur líka á lit. Togið er svona dekkra heldur en þelið. Allavega á þessari kind og við sjáum mynd af henni bráðum. Þetta er hún Gústa og Guðrún dóttir hennar. Hér er annars vegar geitafiða eða sem sagt band úr geitafiðu og hins vegar það sem að hnykillinn er, það er ullin á honum baug. Og hún er alveg ótrúlega mjúk. Það sést kannski ekki vel þarna en hún er mjög mjúk.
Geitafiðan eða kasmírullin er sú dýrasta sem hægt er að fá. Þetta er hún Díana, geitin sem að gaf fiðuna sem við sáum áðan, og svo er baugur þarna niðri sem að gaf ullina í hnykilinn. Í dag hefur maður val. Núna eru til ullarvinnsluvélar sem geta verið mjög afkastamiklar. Sumar þeirra eru ætlaðar stórum verksmiðjum, aðrar hins vegar litlum fyrirtækjum. Árið 2026 voru á Íslandi 3 litlar ullarvinnslur til, allar á sveitabæjum. Hér sjáum við vinnsluferlið í ullarvinnslunni Urði á Rauðbarðaholti 2 í Dölum. Þau kaupa sérstaklega þá ull frá bændum á svæðinu sem væri sökum litar síns verðlaus ef bændurnir legðu hana inn í stóru ullarverksmiðjuna. Mörgum þykja þessi litir hins vegar mjög fallegir, golsótt, flekkótt, grámórótt og fleira. Þarna er svart golsótt ær og hér sjáum við reifið af henni. Það er mjög litskrúðugt. Hér er grámórótt lamb. Togið er rauðleitt en þelið er ljóst. Mikill litarmunur á milli togs og þels. En skoðum ferlið núna. Hér sjáum við ull sem er búið að þvo, hún er hrein og hún er þurr og það er búið að losa hana svolítið í sundur og hún er á leiðinni í kembingu. Og hér kemur kemban. Og þessi kemba er blanda af þeli og togi, það er ekki búið að taka ofan af. Og nú er kemban á leiðinni í svokallaða lippuvél. Og lippan lítur svona út og þarna er ullin tilbúin í spunavélina. Og þarna er lippan á leiðinni í spunavélina. Þessi vél spinnur 2 þræði í einu. Og svo eru þræðirnir tvinnaðir saman. Til að gera sverari og sterkari þráð. Hér sést tvinnað band af mismunandi sverleika og úr mismunandi hárgerð. Þetta band er handspunnið og handtvinnað. Þetta er lopi og lopi er eiginlega bara eins og lippa nema bara mjórri. Og það er hægt að spinna lopa. En lopi er í rauninni óspunnin. En það er hægt að nota lopa svona bara beint í lopapeysur eða sokka eða vettlinga. Bara prjóna beint úr lopanum, óspunnum.